Þá er það kafli 1.4 í inngangur STM og þetta er heimasmíðaði tangansinn. Þetta er þá í rauninni svona lítil saga það hvernig úrræðagóður smiður getur bjargað sér með réttum búnaði eða réttum verkfærum. Og hér heitir smiðurinn Júlíana og hún notar gráðuboga og tommustokk til þess að komast að því. Við skulum taka einfalt dæmi, til dæmis að tangens af 45, tangens af 45 gráðum er 1. Nema hún myndi ekki segja tangens því hún er aldrei heyrt talað um hann og segir að hallatala sem ræðst af 45 gráðum er 1. Eða hallatala af 45 gráðum er 1, eitthvað svona. Hún neitar að reisa þög sem að minni það kalli en 10 gráður og segir það sé allt og mikil bara viðhaldsvinna að reisa þög sem hafi meiri að það kalli en 60 gráður. Það er bara erfitt að standa í að mála þau og annað. Þannig þetta er svona þær reglur sem hún setur sér og því getur hún látið nægja að hafa þessa töflu hér. Þetta er svona kvartringur sem er kvarðaður með jafnbila kvarða 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og þetta er þá það bil sem hún vinnur á til þess að smíða þessa töflu. Þá hefur hún lykkju hér í gegnum þetta gráðutal og strengir svo spotta til dæmis hér í gegnum þessa lykkju. Tommustokkurinn er fastur og lóðréttur þarna við endan. Hún hefur þá 1 metra hér til þess að fá þægilegt mat, strengir svo hér í, neglir fast og les af. Þannig að hallatala fyrir að 60 gráður eða ekki hallatala, hún myndi nú ekki segja það, heldur bara fer hún þá 1,73 metra upp á tommustokknum. Og þetta er býsna gott vegna þess að ef að við dæmis lárétt vegalengd er 2 metrar, það er það sem hún getur mælt á þakinu. Það gæti sí og þetta sé mál bara upp undir stóðina og þá getur hún reynilega tvöfaldað hér, það er að segja 2 metrar og þá þarf hún að fara í að tvísa sinnum 1,73 metrar. Þannig þetta er einföld hlutföll sem hún getur svo notað. Hér segir til dæmis að ef hún væri nú óskum það að hafa, við skulum segja 25 gráðu þakkalla, þá getur hún sett lykkju hérna og mælt með þessari sömu aðferð. Sér þá að hallatala af 25 gráðum hvað er þetta, 0,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kannski, milli 6 og 7. Og þetta sér hún sjálfur nú nákvæmt fyrir smíð á hlöðuþaki. En hún hefur svo sem líka komist að því að þjóna á þessar hérna tölur, 30 gráður og 20 gráður, að ef hún tekur meðaltal af 20 og 30 gráðum, þar að segja fær 25 gráður, þá er þessi tala hér á milli nokkurn veginn meðaltalið af tangens af 30 og tangens af 20. Þannig hún getur líka nýtt sér það. En það hættir að gilda þjónir komin með hærri horn, til dæmis ef hún myndi vilja finna 55 gráður, þetta er spotta, þetta fara eitthvað með hérna, svona. Að þá er þetta svona ekki alveg mitt á milli. Þannig það gengur að taka meðaltal fyrir kannski horn undir 80 gráður, en það er varasamt ef að þeir eru orðin stærri heldur en 50-60. Vil reikna þetta hallatölu, segjum bara á okkar tungumáli tangens af 25 gráðum, þá getur Júlíana hreinlega reiknað kannski skallað hallatala fyrir 25 gráður. Hún flettur upp í töflunni, við skulum bara skrifa meðaltali hér, tangens með D að þetta er í gráðum af 20 gráðum og svo tangens í gráðum af 30 gráðum og delt með 2, að þá fáum við hérna 0,47, þannig hún myndi kalla þetta tommustokkum 0,47 metra eða 47 centimetra. Og til þess að hvort þetta er rétt, þá getum við bara að reikna það þegar við erum með græjur. Tangens af 25 er 0,466, þetta er
ekki auðvitað rétt en við getum þá námyndað upp. Hins vegar gengur þetta ekki ef að vera með kannski mat á hallatala fyrir, segjum momentun og víkjafareglanum og taka hallatölu fyrir 75 gráður og hún getur þá kannski, hún ekki með þetta í töflunni. Og þó, látum bara sem svo, tangens af d af, þá 70 og tangens af 80 og deilt með 2 til að fá meðaltalið. Þá gefur það þessa tölu sem ég ætla aðeins að hreinsa skjáinn. Þetta er bara hreinsa þarna vinnurýmið og hreinsa skjáinn. Svona. Þannig að ef að reiknaði bara beint meðaltal þá er þetta eittilega 4,2 metrar upp. Samkvæmt venjulegu meðaltali en það er ekki gott. Því að hérna munur það sem miklu. Þetta er eiginlega ekki hægt, þess vegna þarf bara hreinlega að mæla. Þess vegna er farin svo leið að nota þessa tækni eða fer hún þessa leið. En hvernig nota hann þetta síðan? Við skulum skoða það á mynd. Þetta er eitthvað sem hún hefur bara í kollinum. Ef lárétt mæling frá þakbrúna að stoð, lárétt mæling frá þakbrúna að stoð, þetta er stoð, x, hún þarf eiginlega að hugsa svo litið abstrakt eða hugsa þetta almennt því að þökin eru auðvitað misjöfn. Og þakin á til dæmis vera 30 gráður, og þá er þetta hérna, það er kannski í lýsingunni á verkinu, þá er hæðin á stoðinni, það náttúrulega þessi tala, sinnum x. Þegar hér er 1, þá veitum þetta er 0,58 og þarf þá bara að margfalda báðar tölur með x. Og ef þetta er nú í raun og veru kannski 5 metrar, þá er þetta 0,58 sinnum 5. Við getum bara sagt að þetta heiti stoð og hér á hún að reikna 0,58 sinnum 5. Það væri þá hæðin á stoðinni. Nú sá sem kann á reiknivél, hann myndi nota tangens af 30 gráðum sinnum 5, til dæmis hérna megin. Og þetta má svo sem reikna í huganum. Að margfalda með 5, segir Júlíana, er sama að margfalda með 10 og deila með 2. 0,58 sinnum 10, það er 5,8 og svo deilt með 2, þá er það 2,9. Þannig þetta ætti þá að vera 2,9 metrar, 2,9 metrar, fljótur reiknað. Reyndar, bara svona til gamans þá notar hún ákveðina tækni því hún er að margfalda með 5. Hún er bara sérstaka ánægð þegar margfalda með 5. Leppum við kannski tugabrottskommunni, bóndinum, margfalda til dæmis með 5. Það var þægilegt, þú þarf bara að vita hvort þetta er sléttala eða oddatala. Og ef að aftasta talan er sléttala þá kemur alltaf út 0. Svo skoðar hún næstu tölu og segir að þetta er sléttala eða oddatala og þetta er oddatala þá kemur 5. En það líka taka tillit til þess að hér er tala. Og hún tekur helmingin af 8 sem er 4. Þannig hún er þá komið með 5 pluss helmingur og það er 4. Þannig að hér fær hún 9. Og eftir að gera grein fyrir helmingnum af þessu. Spyr sem sagt hér, 0 er slétt, þannig það gefur 0 og svo helmingurinn af 5. Það er 2,5 en hún er búin að gera ráð fyrir 5-unni í fyrra reikningum þannig hún hendir henni bara. Sér heiltölu helmingurinn af 5 með 2. Svona. Og svo setur hún bara punktinn á réttan stað eftir því sem við á. Og þetta er kannski tekið þess flóknari tölu. 5, 4, 3, 2, 1 sinnum 5 og svo þegar hún margfaldar með 5 þá þarf hún bara að spyrja. Oddatala og segir 5. Og svo heldur hún áfram að spyrja sléttalið oddatala, þetta er sléttalið þá farið 0. Hérna koma 5, þá farið 0. En helmingurinn af 5, heiltölu helmingurinn, er 2. Að reikna heiltölu helming er fallið síling. Síl og fyrirgefið ekki síl. Síl af 2,5 er kallað
loftfall, það myndi gefa 3, hækkar upp í 3 og svo til fall í MATLAB sem heitir flúor og það kallað gólffallið og það nálgar niður að næstu heiltölu sem gefur 2. Það er það sem hún alltaf að nota, þetta gólffall. Og þá höldum við bara áfram, 4 slétt, það gefur 0 og svo gólf af 5 2. Svona. Og áfram, 8-tala gefur 5, helmingur eða flúor af 4 er 2. Við fáum 7. Sléttala gefur 0, helmingurinn eða flúor af 3 er 1. Og áfram, 5 pluss 1 er 6. Á lokum 0 og 0 er 0. Þannig að þetta er þá 5 sinnum 12.045. Það er svona að gamni. Nú, áfram með þetta þak hér. Og svo hún beðin þessa kúnst að hér ég vera 40 gráðu horn. Hér 30 og hér 40. En þá verður hún að nota þessa jöfnu því að nú ræðist í-ið af því hver stóðin er komin. Og þá verður hún að reikna að í-ið er 0,58x deilt með 0,84. X-ið var 2,9 metrar. En þetta er hlutfallstala 0,84 og svo reiknar hún það. Nú, það er það sem að þessi tala er. 2,9 deilt með 0,84. Það verður náttúrulega alltaf einhver til þess að setja ofan í við henni á og segja að þetta er allt hægt með vasareikni. Þetta er jú nútíma kona. Dóttursonur hennar segir að þú getur notað vasareikni til dæmis að hallatalan á 89 gráðum er 57,3 og hún myndi aldrei reikna út þessa tölu því að það er ekkert þak sem ætti að hafa þennan halla. Hún fékk nú samt í afmælisgjöf það sem að hleypur á 5 gráðum og síðan tilsvarandi tangensa. Við segjum það teygist svolítið á tangensunum. Við reiknum mismun á samlíkjandi tangensum sem að ráðast að þessari jafnbyrjarunu. Þá teygist allt svakalega hér á til dæmis tangensa 80 og upp í tangensa 85. Hér munir orðið 6 næstum því. Þá getum við kannski byrjað á því að búa til töflu 1.1 sem að hún byrjaði með. Töfla 1.1 1.4. Þú getur bara að kalla þetta x, setja svona 60 gráður, svo er það 50 gráður og 40, 30, 20 og 10. Þetta er að fá að tölur. Og svo er þetta að fá tangens í gráðum af. Og þá fáum við útkomunnar. Það er nú svolítið óþægilegt að lesa, þannig við skulum setja þetta í töflu. Tafla og við skulum nota þennan byltingavirkja og setja x-in lóðrétt og y-in lóðrétt. Þetta er nú allt og mikið aukastöðum, þannig við skulum setja format bank. Það er ekkert viti að gefa fleiri en 2 aukastafi miðað við mælitækin svo sem. En þetta er þá taflan sem að hún fékk, tafla 1.1. En taflan sem að hún fékk í jólagjöf var aftur á móti þannig að hún byrjaði sem sagt ekki á hæstu tölunni sem hún notar heldur lægstu og hún byrjaði 5. Kannski ætti ég að segja eitt áður, auðvitað er þetta að framkalla þessa töflu hér, kannski gerum við það bara á annan hátt, strókum þetta út. Hún byrjaði í 60 og lækkar, hver liður lækkar 10 frá því sem var og fór niður í 10. Þetta er líka ágætstækni og gefur alveg það sama. Og fljótlega hefur margar tölur í raun að ræða.
En ef við skoðum töflu 1.2 í kafla 1.4 þá var gráðu runan, hún byrjaði í 5, hún hljóp upp, voru 5 á milli og fór upp í 85 gráður. Svona. Og aftur gera þetta að lóðréttum mælingum. Svona. Og síðan má setja uppsuna sem tangents í gráðum af x. Nú x orðið runa sem liggur lóðrétt. Stundum þetta kallað bara vegur. Þannig nú það. Og svo getum við þá ágætt að setja þetta bara svona saman. Tafla 1.2 nú þarf ég ekki að setja byltingavirkina á því þetta eru lóðréttar tölur. Svona. Þetta þá taflan sem hún fékk í afmælisgjöf, nema að þetta var gert með reiknivél í raun og veru, þannig það var hægt að gefa 4 aukastafi. Svona. Og auðvitað geymt nú þetta í verkfæratöskunni sinni. Ein ástæða fyrir því að í rununni hérna, sem kallum inntaksrunum 5, 10, 15, 20, 25, að hér er gráðunum raðað upp í vaxandi röð, er svo að þá getum við teiknað á eðlilegan hátt svokallað fallrit. Þá lítum við á alla tölurnar eða tangansana hérna í hægri dálkinum sem fall af inntækinu, gráðunum. Og hér getum við þá bara sett fallrit. Það er stutt skipun. Það er þessi runa hér á x láréttum ás og hitt eru mælingar á y-ás. Þá fáum við þessa mynd. Og svo er þetta að færa inn á hana mikið meir upplýsingar eins og merkja ása og annað. Við sjáum að hún dregur beint línustrik á milli 2 punkta. Og þess vegna geti verið heppilegt þegar við erum að teikna að fjölga hreinlega punktum. Þannig að við skulum bara byrja með nýtt hólf og skilgreina fyrir okkur nýja runu. X, svona séum bara að byrja í 0. Og nú skulum við hafa bara 1/100 á milli talna í inntaksruninni og förum bara upp í 60. Láta það duga til að byrja með. Og svo viljum við ekki endilega sjá fullt af tölum, þannig að við skulum slökkva út pröntun og í-ið er eftir sem áður. Tangans í gráðum talið af þessari runu. Og við skulum ekki endilega sjá hvað kemur út af því við ætlum bara að sjá fallritið. Þá get ég ítt hér á run section. Hann fer bara hingað upp að 2% merkjum og sér það. Gleymir hinu. Og hérna sjáum við að x-in það eru 6001 talað þessari rununni. Nú er oft talað frekar inntaksvegur, en það skiptir engu máli hvað við svo sem kallum þetta. En myndin er það svona. Fáum hér svona þéttan áalan feril. Það sjáum við hvað punktar eru þéttir. Síðan er þetta bætin á þessa mynd, til dæmis við skoðum lóðréttu línunni því það var 45 gráðum og hún ætti þá að skera ferilinn í ákveðinni hæð, 1. Og þetta er hægt að sjá með því að bæta við inn á teikninguna, þessum 2 línum, lárétt og lóðréttri línu. Til þess að hún lesi alla línunar þá er hún beðin að halda öllum myndunum inni, annars teiknar hún bara síðustu. Og x-line, við ætlum bara að skoða 45 gráður, sem sagt við reisum lóðlínu frá 45 gráðum á x-ásnum. Og hér reisum við líka lóðlínu, hún verður þá lárétt, frá y-ásnum. Það þá tangans í gráðum af 45. Og ég get að kalla þetta bara x-hnit og y-hnit þar sem það skerast. En skoðum þetta bara. Hér fáum við þá punkt þar sem að þetta er þá orðið x
hnit og þetta er orðið í hnit og skurðpunkturinn er nákvæmlega hnitinn svo ég talir nú nákvæmar. Við sjáum að þetta vex ekki það sem kallaði línulega heldur eykst alltaf hallin á þessum ferli jafnt og þétt og við vitum náttúrulega að halli sem ákvarðast af 90 gráðu horni er óendanlegur því að skulum við ekki setja 90 gráður hér inn. Hvað gerist ef við gerum það? Skulum við skoða bara myndina. Étur hann upp allar upplýsingarnar. En ef við skulum láta nægja fara upp í 80 gráður og tegna nýja mynd, lítið líka Ctrl-Enter svona og myndin verður sjá, ég ætla að gera eitt, hún var síðustu mynd. Ég ætla að hreinsa það sem hér er og láta hana hreinsa á skjánum líka. Þetta er það myndin sem ég vildi sjá, sem gefur okkur þá hugmynd sköpulag tangensfælsins. Gott og vel. Skulum svo þegja þetta bara gott í bili.